Ég ætla að byrja á því að fara yfir gamalt próf. Þetta sem sagt efni fyrir síðasta prófið, próf 4, lokamatsþáttinn, rafmagnssvæði 3. Og þá erum við hérna með fyrst spurningar rafalana. Þetta byggist svona upp að fyrst eru rafalaspurningarnar og svo koma spurningar úr mótorum. Það hérna 3-fasa rafstraumsmótorar hérna, það næsti kaflinn. Og svo sem sagt, já bæði þá líka úr verklegu æfingunum í og með, svo dæmi úr mótorunum og síðan eru spurningar úr verklegum æfingum og svo samfösunin. Það spurningar samfösunina og samkeyrslu, varðandi álag og svoleiðis, og síðasti parturinn einfasaða mótora. Þannig að við rennum í gegnum þetta allt saman. Þannig verður sem sagt prófið byggt upp það bil. Og þá skulum við skoða hérna fyrstu spurningarnar. Byrja á ef rafali hefur 36 gráðu póldeilingu, að þá hefur hann hvað marga póla eða pólpör hérna. Við erum að finna út úr því. Og þið æfið ykkur í að reikna þetta þarna á milli og þið hafið hjálpar töflu sem er póldeiling pólar í efninu á innunni og við sjáum hérna 36 gráðu póldeilingu hérna í dálkinu vinstra megin og þá erum við með sem sagt 5 pólpara rafala. Og það væri það rétta svarið, 5 pólpör. Og svo hafum við líka lausnirnar í hinu skjalinu sem er inn á innunni. Og síðan hérna næsta, hve margar rafmagnsgráður myndar rafali í einum snúningi ef hann hefur 2 pólpör. Og þið æfið ykkur líka að reikna það á milli og þið sjáum að ef hann er með 1 pólpar að þá hérna hann gefur hann 360 rafmagnsgráður en hérna þá með því að margfalda með 2 þá fáum við 720 rafmagnsgráður sem hann gefur okkur í einum snúningi og þá væri það rétta svarið hérna 720 gráður. Svona gætu þessar spurningar verið þessi hlutföll í rafalunum. Ok, svo koma fleiri spurningar hérna. Ef 3-fasa rafali er stjörnutengdur, þá athuga hvaða svar er rétt af þessu. Þá er fasaspennan, hún er þá aðalspennan, deilt með rótina 3. Og hitt er allt saman bara eitthvað bull. Og svo geta verið kannski fleiri spurningar svona seinna. Til dæmis geta verið spurt seinna strauminn. En ef það væri spurt hérna þríðnistengdan rafala, þá væri til dæmis fasaspennan sama spenna og aðalspennan. Þannig að það getur verið einhver önnur spurning hérna. En svo við þurfum að passa okkur á frá síðasta prófi að það er að lesa spurningarnar 2 til þess að vera alveg vissum að við séum að fara að svara því sem við erum að spyrja Ok, og síðan 1.4, sleiturhringjalausa rafali, hann er með sísegulrafala og hér er sem sagt í sleiturhringjalausum rafala með sísegulrafala stillist segulmögnunarstraumurinn á, þá er einhver vöf, svona segulvöf í húsinu og við erum með mynd í stuðningsheftinu af svona rafala þar sem að við höfum hérna vöfinn utan
þann hluta sem er segulmagna rafalinn. Það er hérna númer 2. Og það eru vöfin sem eru hér utan yfir segulmagnarálanum sem við stillum þennan segulmagnastraum eða sem spennustillirinn, reglirinn inn í honum, hann stillir segulmagnastrauminn til að fá rétta spennu út á rafalan. Það eru þessi vöf hérna og þess vegna eru þau nefnd hérna í svarinu. Þau eru í húsi rafalans og þá er þetta svar hérna, jafnstraumi í segulpólum í húsi rafalans. Því að hérna eru nokkrir segulpólar allan hringinn í húsinu. Hérna sjáum við í 4 af þeim og svo halda þeir áfram hérna allan hringinn. Ok, þetta er segulvafið fyrir segulpólastraumin. Ok, og svo geta verið einhverjar fleiri spurningar uppbyggingu rafalans og þannig að við höldum áfram hérna 1.5 launafl. Nú er að spyrja rafala eða samkeyrslu rafala. Launafl er fært á milli rafala sem tengdur sömu safninu með því að við þurfum að auka segulmagnastrauminn á öðrum þeirra og minnka á hinum til þess að í rauninni og jafnast straumálægið á milli þeirra. Og það þarf náttúrulega að gera þetta í hlutfalli við stærðin á þeim líka. Ef það eru ekki alveg jafn stórir, þá þurfum við að fara eftir ákveðnu hlutfalli, að stærra hlutfalli á þeim. En þetta er gert þannig með því að auka segulmagnastrauminn á öðrum og minnka á hinum. En þarna er þetta yfirleitt gert sjálfkrafa en hins vegar við þurfum að kunna að bregðast við og grípa inn í ef eitthvað bilar og ef við sjáum að það er eitthvað óeðlilegt á ferðinni, þá er hægt að gera þetta handvirkt með þessari aðferð, jafna launaflinu á milli. Ok, svo kemur hérna 1.6. Ef þriggja-fasa rafali er þríhyrningstengdur, þá er verið að spyrja fasastrauminn. Hvernig getum við reiknað út fasastrauminn? Já. Þá er það aðalstraumurinn deilt með rótina 3 í þríhyrningstengingunni. Þá fáum við fasastrauminn þannig. Eins og þið munið eftir því þegar við vorum með yfirráðsvörðuna staðsetta í fasastraumi á upptengingu á stjörnu þríhyrningsræsingu með segulrófum, að þá þurftum við að stilla á fasastraum mótorsins, þá þurftum við að taka aðalstrauminn og deila með rótina 3 til þess að setja í stillinguna á yfirráðsvörninni svo að hún myndi verja mótorinn fyrir of miklum straum, álagsstraum. Það er eins í þríhyrningstengingu og þjóðtengingu? Nei, sem sagt, ef að við erum með rafalan í stjörnutengingu, þetta er góð spurning, að þá er náttúrulega sami straumurinn. Það munar á straumur og spennu? Já, einmitt. Straumurinn er þá sami í stjörnutengingunni, sami straumur og fasastraumur. Þannig að hérna var verið að spyrja straumana en spennurnar eru aftur á móti hér. Hérna, ef að rafalinn, eins og ég sagði áðan, væri þríhyrningstengdur, þá er þetta sama spennan, en hérna var verið að spyrja stjörnutenginguna, og þá var hérna fasaspennan aðalspennan deilt með rótina 3. Þetta þurfum við að æfa ykkur svolítið á og rifja upp, ef við erum ekki með þetta alveg á hreinu. Gott mál. Svo kemur hérna dæmi rafala og hér er gefið einhver straumur og raunaflstuðull og spenna og við erum að reikna launafl, raunafl og sýndarafl rafalans og teikna aflvektor á mynd.
Ok, ætli ég verði ekki bara að sýna ykkur lausnir á því, það tæki of langan tíma fyrir mig að reikna þetta allt saman út. Þá þetta 1,7 hérna. Að þá getum við, já, við getum byrjað að átta okkur á sýndaraflinu. Það liggur beinast við erum með nógu mikið upplýsingar það. Við erum með 400 V spennu, við vitum að þetta þyrkjafasa rafali, þá erum við með rótina 3 og við erum með strauminn, 2432 ampere. Og þá erum við með hérna 1,68 megavolt ampere. Og svo vitum við líka hérna raunafstöðulinn, þannig að við getum hérna reiknað fasvíkshornið og það gert hérna alveg fyrst. Það hérna 0,8195 fundið út hérna út frá raunafstöðulinn, þá fundið hornið 35 gráður og þá getum við sett það í formúluna fyrir launablið, fyrir Q-ið. Þá erum við með spenna 400 volt, sama strauminn, rótina 3 og sínusinn á horninu og þá fáum við launablið. Og svo höfum við raunaflið og þá notum við raunafstöðulinn beint. Auðvitað mættum við líka segja kósinus af 35 gráðum. Endilega passa okkur á því að taka ekki kósinus af þessari pínulitlu tölu sem raunafstöðullinn. Það svo algeng villa að ég þarf að vara ykkur við því, minna ykkur á það, að passa að ekki gera það. Þannig að margfalda bara með stöðulinum, 400 V spennu, sama straum, 2432 ampere og rótina 3. Og þá fáum við 1,38 megavött. Og þá bara að setja þetta í vektor og mynd, afvektor og mynd, raunaflið, sýndaraflið og launaflið. Og það bara að byrja á því að finna hérna gráðuboga og setja hornið. Teikna hornið hérna og svo í rauninni að ef að hornið rétt að þá þurfum við ekkert að spá í lengdirnar á vektorunum heldur. Við bara látum þetta passa hæfilega á blaðið og teiknum hjálparlínur á milli sýndaraflsins og raunaflsins og yfir í launaflið svo að hérna þá eru öll hlutföll rétt í vektoramyndinni. Og svo, já, þetta lausnin náttúrulega og svarið í skjalinu undir efni í einunni, þannig að þið getið þá bara æft ykkur á einhverjum öðrum tölum. Ef ekki bara halda áfram í 1,8, það allt í lagi. Ok, það spurt hérna hvað þarf launálag rafalans í dæmi 1,7, síðast dæmi, að minnka mikið til þess að fasvikið lækki í 15 gráður. Og þá í rauninni gætum við bara hreinlega notað hérna aflvektoramyndina til þess að finna þetta út. Því að það sem breytist ekki í þessu það að raunaflið, það verður áfram það sama. Það ekkert víst að við áttum okkur alveg strax á því, við þurfum aðeins að hugsa á því hvað við erum að gera. Það þarf að leiðrétta fasvík eða eitthvað svoleiðis og þá minnkar launaflið. Þú meitt heftið verið mig líka? Ég þarf bara að prenta það út. Augnablik. Og hérna sem sagt þá í rauninni bara þessi eina breyting gefin upp, það bara þetta breytist í 15 gráður og við vitum við erum með óbreytta spennu og allt það nema að við erum að minnka sjá hvað launaflið þarf að minnka mikið til þess að fasvikið lækki niður í 15 gráður og
þá er rauninni bara að athuga hvað yrði hérna sem sagt hvað yrði launablið þá, en hér þá er rauninni hægt að byrja fyrst á því að reikna sem sagt sýndaraflið. Hvað er sýndaraflið við þetta nýja horn, 15 gráður? Því að við vitum að raunaflið, það breytist ekki. Við verðum bara að breyta fasvíkinn, skiljið. Þá er það fast. Raunaflið er fast, skiljið. Og þá getum við með formúlið, þar sem við erum með raunafl deilt með sýndarafli, þá fáum við raunaflstöðulinn, þá breytum við, þá snúum við bara þeirri formúlu, þannig að við reiknum út sýndaraflið og deilum bara raunaflstöðulinnum, við tökum kósinus af 15 gráðum upp í raunaflið og fáum sýndaraflið, sem er þá 1,43 megavolt ampere. Og ef við vitum það, þá getum við reiknað út nýja launaflið, Q-ið, og af því að við vitum sýndaraflið og tökum þá sínusinn af þessum nýja fasvíkshorni, 15 gráðum, og þá fáum við þessa nýju stærð á launaflinu, sem er 369,8 kilovolt ampere reaktíft. Og þá er ekkert annað eftir en að draga frá því sem var áður, þetta nýja launafl, og þá kemur svarið hvað það þarf að minnka mikið launaflið. Og það er þá þessar 596 kilovolt ampere reaktíf. Og þá er hægt að sýna það líka í vektormynd, en það var ekki beðið það, en þá er gott að allavega geta rissað upp. Svona var vektormyndin og svona breytist hún. Og raunaflið breytist ekki neitt, heldur það bara minnkar launaflið, þannig að fasvíkshornið minnkar niður í 15 gráður. Þannig að þið skoðið þetta bara í rólegheitum, en ég get ekki alveg lofað ykkur í að verið svona dæmi, á prófinu. Þetta er svolítið svona eitthvað annað heldur við höfum verið að æfa okkur á. Heyrðu, ef það í næsta, til það. Ok, þá skulum við skoða þriggja-fasa rafstraummótora. Þá er komin í þann kafla að þá ætla ég að færa mig yfir í sjá, vorum við með þetta, það var þetta, hvar var ég með þetta? Og þá er spurt skammhjólsmótor. Þegar skammhjólsmótor er keyrður álagslaus, þá er mjög lítið allavega raunálag. Þá er hann lítið raunálag. En hvað haldið þið sé besta svarið í þessu? Síðasta, já. Það virkar mest sem launálag og þess vegna veldur hann alltaf miklu fasvíki og lítið eitt sem raunálag, því það eru alltaf smá töp í honum. Það er það sem er rétt, það er næsta Ok, 2.2. Hvað gerist þegar álag á skammhjólsmótor eykst úr málvægi í hámarksvægi? Já, þetta er það sem við sjáum bara í
vægiskúrfunni á mótor og við eigum hana hérna í stuðningsheftinu og við skulum fletta upp á því bara rétt hérna. Sko, það sem gerist þegar að álagið eykst frá málvægi upp í hámarksvægi, það er hérna á milli. Það er verið að spyrja það, hvað er að gerast hérna? Ok, þá hérna gerist hvað? Segursvið í snúð veikist, nei, það styrkist frekar. Mótspenna í sátri eykst, nei, þá myndi hann taka minni straum. Mótspenna í sátri minnkar, já, það gæti gerst því að hann er að taka meiri straum. Það myndi gerast þegar að mótspenna í sátrinu minnkaði. Tíðni snúðspennu minnkar, nei, það gengur ekki því að tíðnin, hún myndi aukast vegna þess að hann snýst hægar. Það er meiri munur á tíðni hverfi segursviðsins og tíðni snúðsins. Þannig að þetta það væri réttasta í þessu. En þetta er svolítið erfið spurning. Þetta er eiginlega spurning fyrir síðasta áfangan. Þannig að mótspenna í sátri minnkar, það er rétta svarið. Ok, þá er það næst hérna 2-3. Með ID-ræsingu má gera ráð fyrir að ræsistraumurinn lækki í, og þetta var það sem við vorum að gera, að það er það að hann fer niður í 1/3 af ræsistraumsgildi miðað við beina ræsingu. Þetta reiknuðum við nokkrum sinnum og við vorum líka að svara svona spurningu í prófi 2, þannig að þið ættu að vera svona með þetta nokkuð uppi við. Og síðan hérna í 2-4, ræsivægi skamhlutsmótors í beinni ræsingu er, nú þarf maður eiginlega að sko það eru gefin hérna nokkrir möguleikar. Ef maður lítur hérna í töflu frá framleiðanda að þá kemur hér fram að hérna er sem sagt stöðull sem er miðað við beina ræsingu og það er hérna IS deilt með IN, það er sá stöðull. Og ef við skoðum hérna, já, en var ekki verið að spyrja hérna vægið, já, ræsivægi, já, þá erum við líka með töflu yfir það, nákvæmlega í sömu töflunni hérna, að ræsivægið, hérna, TI deilt með TN, þetta er ræsivægið, og þá sjáum við hérna meðalstórs mótors, það er mjög oft hérna rúmlega tvöfalt, 2,7 hérna, 2,5, 2,4, það er svona milli 2 og 3, eitthvað svoleiðis. Og hvað er möguleikar hérna? Hérna segir rúmlega tvöfalt málvægi, og það getur verið. Hér er eitthvað rugl hérna, eitthvað það bil nú rótina 3 sinnum málvægi. Það er nú ekki, því að það væri of lítið, því að rótina 3 er 1,73 ef ég mér rétt. Það er rúmlega hálfur af málvægi, helmingur af málvægi, nei. Það bil 1 deilt með rótina 3 sinnum málvægi, nei, það gengur ekki. Þannig að eina svarið sem að geti verið er rúmlega tvöfalt málvægi. Þetta væri svona réttasta svarið í þessu. En ég held að ég verð ekki með svona erfiða spurningu. Þetta er svolítið erfitt að átta sig á þessu. Þannig að, en ef að ég væri með einhverju svona spurningu, þá myndi ég láta svona töflu fylgja með, skiljið. Þannig að ég geti áttað ykkur á því út frá upplýsingum frá framleiðanda. Ok, næst er þá 2.5.
pólskiptir skammhlaussmótorar. Þeir eru notaðir til að hvað haldið þið að sé best í þessu? Besta svarið. Til hvers notuðu pólskipta skammhlaussmótora? Svolítið erfitt orð, pólskiptir. Við erum að breyta því vera með á 4 póla til dæmis yfir í það að vera 2 póla. Og hvað gerist þá? Hvað breytist þá með mótorinn þegar hann er í gangi? Mismunandi hraði. Mismunandi hraði. Akkurat, það verður það neðsta hérna. Fá fram mismunandi hraða. Það er málið. Og það eru 2, ef ég bara gríp þessa spurningu hérna og það eru fleiri möguleikar í þessu hérna. Það eru 2 mismunandi gerðir af þessum pólskiptumótorum sem að við höfum verið að fjalla um. Það er þetta skrýtna nafn, Dalander-mótorinn. Og hvað var hinn mótorinn aftur? Það var skammhlaussmótor, sem er náttúrulega Dalander-mótorinn líka. En hann er með 2 aðskildum vöfum. Það er bara, já, það er þessar 2 tegundir. Það er annars vegar Dalander-mótorinn og hins vegar mótor með 2 aðskildum vöfum. Ok. Síðan kemur hérna dæmi. Mótor er merktur 30 kW, 4 póla, 400/690 volt, 50-ærið, 1465 Nm, nýtnin 90,7% og raunafstöðullin 0,85. Og við höfum að reikna strauminn og sýndaraflið frá 400 volt að neti við fullt álag. Já. Nú er ég bara að gera eins og áðan, ég verið að fara yfir í lausnina. Þetta tækir mig á langan tíma. Þetta var 26. Já, það er hérna. Og já, við höfum að reikna strauminn. Þá verðum við að byrja á því að reikna hvað tekur hann mikið afl út frá þessum upplýsingum sem eru gefnar. Því að það sem er, ef að mótorinn er merktur 30 kW, hvort er þetta aflið inn eða aflið út? Já, þetta er aflið út af mótornum. Þannig að ég get ekki notað 30 kW til þess að reikna strauminn. Hvað á ég að gera þá? Þá á ég að taka fram nýtniformúluna. Vegna þess að nýtnin er gefin hérna, það er eina sem ég get gert, að það er að finna út hvað er aflið inn út frá nýtninni og aflinu út. Það er að P út deilt með nýtni tölunni. Það er sagt því að 90,7% og þá er ég að deila með 0,907. Og þá fæ ég aflið inn 33 kW rúm og þá hérna get ég reiknað strauminn af því að nú veit ég aflið inn. Og þá deili ég með spennunni, rótina 3 og raunafstöðlunum 0,85 sem er gefin hérna í dæminu. Og aftur passið ykkur á því, takið ekki kósinus af 0,85, það má alls ekki. Setja stöðlinn beint hérna inn eða skrifa kósinus af gráðunum. En það, við þurfum allavega held ég ekki í þessu dæmi að nota fasvikið beint. Síðan er beðið sýndaraflið. Já, strauminn fyrst, við erum búin með það og svo að reikna sýndaraflið. Og þá vitum við núna strauminn, þannig að við getum reiknað sýndaraflið, S. Það er þá spennan, 400 watt, það er hérna formúlun hérna fyrir ofan, U sinnum I sinnum rótina 3. Spennan er 400 volt, straumurinn vorum við að reikna 56,17 ampere og sinnum rótina 3, þannig að þetta er sýndaraflið 38,9 kV ampere. Ok, þið hljótið að ráðið þetta. Bara mun eftir því að byrja að reikna aflið inn. Ok? Og svo taka strauminn og svo framvegis.
ef að þið eru beðið þetta. Jæja, þá það líka, það eitthvað B-liður í þessu, eða ekki? Sjá, hérna, svona. Já, við höfum að útskýra merkinguna 400/690 volt varðandi tengingu mótorsins. Sem sagt, lægri spennumerkingin alltaf þríhyrningstengingin og síðan þá hægt að tengja hann í stjörnu við 690 volt. Gætu við ræst þennan mótor með stjörnu þríhyrningsræsingu ef að kerfisspennan hjá okkur væri 690 volt í einhverju skipi? Já. Nei, þú myndir brenna mótorinn. Þarna mistum við eitt mótor. Nei, kerfisspennan verður að vera sama spenna og lægri spennumerkingin á mótornum. Takk fyrir að svara þetta svona. Já, þá gat ég minnt ykkur á þetta. Þetta það sem við þurfum að passa okkur á ef við erum að fara að fá mótor sem við þurfum að stjörnu þrýstæðisa og þá verður lægri spennumerkingin á mótornum að vera sama spenna og kerfisspennan. Ok, gott mál. Þetta var aukaspurning. Allt í lagi. Næsta 2.7. Reiknaði hlutfallslega skrikun mótors við fullt álag í dæmi 2.6. Það var gefin sem sagt snúningshraðinn við fullt álag 1465. Það var hérna 1465 snúningar á mínútu og það var ekki talað eitt annað. Þess vegna við geta reiknað út hlutfallslega skrikun. Við erum með formúlublaðið þarna aftast og þá erum við með, var ekki sagt að hann væri 4 póla? Jú, hann 4 póla hérna. Þá hann 2 pólpör. Þá getum við deilt með 2 hérna til þess að finna út hraða hverfisegulsviðsins, sem sagt samfasa hraðan, það þetta NS og hann þá 1500 snúningar á mínútu. Og það þurfum við að setja inn fyrst hérna. Svo drögum við frá snúningshraðan við fullt álag sem 1465 og til þess að fá hlutfallslega skrikun þá deilum við aftur með samfasa hraðanum 1500. Og þá fáum við það að skrikunin, hlutfallslega skrikunin sem sagt 0,023. Þetta svona hlutfallstala. Þetta alveg nóg svar. Gott mál. Og síðan 2.8 við að reikna launafl mótorsins við fullt álag í dæmi 2.6. Ok, hérna gott að finna fasvikið. Þá segjum við hérna kósinus fyrsta af raunaflstöðulinn 0,85, fáum hérna 31,79 gráður. Og þá tökum við sínusinn af gráðunum hérna í formúlunni fyrir launaflið. Það 400 volt spenna, sinnum straumurinn 56,17 og sinnum rótin af 3 sinnum sínusinn af 31,79 gráðum. Og fáum hérna 20,5 kV ampere reaktív. Munið alltaf að setja rétta einingu. Ok. Nú skulum við skoða hérna áfram. Spurningar og verklegum æfingum. Útskýru hvaða áhrif aukið spanálag hefur á segulmagnastraum miðað við aukið raunálag. Ok. Ef við aukum raunálag þá eykst segulmagnastraumurinn aðeins, en ef við hérna setjum stóru spólundar, sem 3 fasa spanálagið, þá eykst straumurinn gríðarlega mikið. Og þannig að til þess að halda framleiddi spennu réttri, 400 voltum til dæmis, stöðugri, þá þarf að auka segulmagnastrauminn miklu meira við spanálag heldur en raunálag. Þess að þessi áhrif frá sáturinu sem kallast sáturspyrna, hún hérna vinnur á móti segulsviði pólhjólsins. Þess vegna þurfum við að auka segulmagnastrauminn til þess að halda spennunni réttri.
Þetta gerum við strax í fyrstu æfingunni, í samfélsunaræfingunni og vorum að spá í þessi áhrif og fórum í sátugsperluna aðeins þarna í byrjun. Mér finnst það orðið langt síðan við tókum við þetta en þetta er eitthvað sem við þurfum að rifja upp. Við förum til dæmis ekki í það að tengja þétta til þess að draga úr segulmögnunarstraumnum til þess að halda réttri spennu. Það er gert í síðasta áfanganum. Þannig að þið með verið fegin að þurfa bara að muna þetta. Að við aukið spanala þá þurfa meiri segulmögnunarstraum. Ok, næsta spurning. Útskýru hvað áhrif það hefur á spennu frá rafala ef samband rofnar inn á sleiturhengi. Það verður 0 volt en á svona stærri rafalum eins og við höfum hérna inni á gólfi hjá okkur í 106 þá verður smá spenna. Vitið af hverju? Við höfum einhvern tíðan talað um þetta. Það er vegna þess að það er smá segulleifar í pólhjólinu eða í rafseglunum á segulmögnunarvélinni eða segulmögnunarrafalanum, húsinu þar. Og þetta er kölluð segulleifaspenna sem rafalinn framleiðir þá. En almennt þá verður náttúrulega allt bara ekki nægilega há spenna til þess að nota rafal. Hann verður bara ónothæfur. Og þetta er þá miðað við gamla útfærslu. Þetta er ekki sleiturhringjalaus rafali. Þetta er rafali með sleiturhringjum sem við verðum að spyrja um hérna. Ok. Síðan erum við með fleiri spurningar hér. Hér er hér í 3.3. Hvað hefur mótor marga póla ef hann snýst 685 snúninga á mínútu við fullt álag við 50 rið? En hérna þyrfti ég að bæta við fleiri upplýsingum skrikunina og slíkt. Þannig að ég geti örugglega svarað þessu. En þarna væru við að miða við að við værum með skal ég segja ykkur hérna. Þetta er snúningshraði sem er rétt undir 750 snúningum á mínútu sem er þegar við værum með 4 pólpara rafala. Og í rauninni þá verður kannski ágætt að lista upp og reikna út með formúlunni fyrir samfærslunarstúðinshraðan og fá þá þessar tölur út. Þetta gengur ekki fyrir 1000 snúninga rafalan. Hann er með 3 pólpör og þess vegna sjáum við það að við erum með 4 pólpara mótor myndi ég, þetta er mótor, að hann er að snúast við tómgang, ekkert álag, þá er hann að snúast mjög nálægt 750 snúningum á mínútu. Og þá getum við svarað þessu ef við erum búin að fá þessar tölur líka. Að þá er þetta snúningshraði sem er rétt undir 750 snúningum á mínútu og þá er hann 4 pólpör en við eigum að svara hversu marga póla hann er og þá er það 8 póla. Það er það rétta svarið. En ég myndi líka gefa upplýsingar skrikunina hérna eins og ég gerði á síðasta prófi. Hvaða formúlur myndir þú nota að reikna?
Eða þú veist NS. Það vita N. Þannig að í formúlublaðinu, þegar við erum að finna svar við þessu hérna, þá getum við notað þessa formúlu hérna og já, í rauninni skipt á staðsetningu á pólpörunum og samfastasnúningshraðanum og reiknað á pólpörun og sett inn samfastasnúningshraðan og fengið út pólpörunni það bil. Og þá getum við margfaldað með 2 og þá fáum við pólana. Þannig að ef að við segjum hérna 50 sinnum 60 deilt með 685, hvað fáum við út úr því? 4,37. Já, 4,37. Þá erum við allavega með 4 pólpör og þá er það sinnum 2, þá er það 8 póla. Þannig að það er þá rétta svarið. Þannig förum við að þessu. Þá erum við búin að afgreiða þessa spurningu. Þá er það næsta. Hvað nefnist búnaðurinn hérna á mynd 3.1? Við vorum með þetta tákn í síðasta prófi. Og þetta eru straumspennar. Einn í hverjum fasa. Og hér er áframhaldandi spurning af þessu. Nefndu 4 einingar í rafkerfi skipa sem þessi búnaður tengist. Því þetta er fyrir alla mælana og varnarbúnaðinn. Þá getum við talið það upp. Við getum talið upp hérna eins og straummælinn fyrst. Svo er afmælinn, þá erum við komið 2. Og svo erum við með 3. Það væri yfir álags- og skammhlaupsvörnin. Og síðast getum við sagt, raunafnsmælirinn, Kosfi-mælirinn. Þannig að það er eitthvað þetta að telja það. Og þá myndi ég vera með mynd af þessu. Já, fyrir Afljöfnun, hvað er það? Álagsjöfnun búnaður. Hvað er afljöfnun? Afljöfnun, já, það er til þess að það er kallað á ensku load sharing unit. Það þýðir það, þú ert með 2 eða fleiri rafala saman á neti og það er sjálfvirkur búnaður sem að hækkar og lækkar hérna við olíugjöfina þannig að þeir taki jafnt þátt í framleiðslu raforku á netinu. Þannig til að jafna úr raforku. Já. Einmitt. Og þetta er í kínabotnum sem sagt þar eru 2 rafalar sennilega jafn stórir og þá eru þeir að jafna álaginu milli þeirra sjálfvirkt. Þannig að þið þurfum ekki að standa í því. Ok, svo er spurt hérna næst hvert er hlutverk straummælisins hérna á þessari mynd? Og þarna erum við með straumspenni á leiðara sem er á milli jarðskinnu og núlskinnu í skipi og þarna er verið að mæla útleiðslustraum og hérna til þess að fá inn á mæli sem að er fyrir minni straum sem heldur en gæti verið hérna á ferðinni að þá erum við með straumspenni hérna og hann sem sagt mælir hlutverk straummælisins er að sýna útleiðslu strauminn í skipinu. Ok. Og þá er næsta hérna 3.5 og hérna er verið að spyrja sem sagt að afl á fasa ef álag á rafala er 126 kW hvað er þá afl á hvern fasa? Hvað er fasaaflið?
Og hvað gerum við þá? Þá er að heildaraflið deilt með 3, já. Akkúrat, 126 deilt með 3 og það er 42 kW. Passar. Ok. Það er það neðsti möguleikinn hérna. Síðan Það skiptir ekki máli í svona hvort það sé stjörnu eða þrýring. Nei, það skiptir ekki máli hvort það er stjörnu eða þrýring. Nei. Þetta er bara almennt. Aflið og fasa verður alltaf bara deilt með 3. Já. Góð spurning. Hérna í 3.6, hvaða upplýsingar gefur kúluprófun á rafmótor og hvenær er hún framkvæmd? Og þá hérna, já, sennilega er ég með eitthvað aðeins öðruvísi próf, hérna, Við erum ekki með þetta. ekki með nákvæmlega þetta, já. En við vitum svarið þessu. Já, við vorum að svara þessu síðasta prófi. Kúluprófun er sem sagt, er að gefa okkur upplýsingar hvort að hverfisegulsviðið í mótornum sé að virka rétt og þetta er gert þegar við erum að taka upp mótorinn og áður en að gengið er frá vögunum sem sagt, eftir að búið er að lóða alla enda á vögunum saman. Þá er kúlan sett inn í mótorinn, sett spenna á, svona cirka hálf spenna á mótorinn, þannig að straumurinn verður ekki of mikill og þá á kúlan að elta segulsviðið og hérna ef hún er stopp þá er eitthvað vitlaust tengt saman í vöðvunum sem eru ný í mótornum og þetta getur sparað alveg óhemju mikinn pening ef að þetta er tékkað á þessu. Ef að maður sendir svona mótor sem er ekki rétt tengdur saman, þá brennur hann bara aftur. Þá verður að gera þetta aftur, eða kaupa nýjan. Já. Já. Og þá er spurt hvaða munur er á dalendermótor og 4 póla skamhnausmótor. Sko, hvað haldið þið að sé munur á þessu tvennu? Er ekki dalendermótorinn, er hann ekki skamhnausmótor líka? Sko, en það er talað hann gæti verið 4 póla líka, bara dalendermótorinn, hann hefur eiginlega svona 2 sett sem er alveg tengt saman, 2 sett af sáturvöfum, þannig að hann getur haft tvenns konar mismunandi fjölda af pólum. Þannig að hann er 2 hraða en 4 póla skamhnausmótor, hann er bara hann er með 2 pól pör og hann snýst þá bara á snúningshraða sem er rétt undir 1500 snúningum. Þannig að hann hefur 1 snúningshraða en dalendermótorinn hefur 2 snúningshraða. Þá getið þið skrifað það í svörin. Í 3.7. Allt í góðu. Getum við haldið áfram í samfærsluna? Ok. Hvaða 3 skilyrði þarf að uppfylla fyrir samfærslun? Það er sama spenna á safnteinum og rafala, að spennan hafi sömu tíðni og við veljum rétta augnablikið. Þetta kunnið þið aftur og bak og áfram. Og svo er spurt útskýrið hver snúningshraði rafalað sem á að fasa inn á net á að vera miðað við netið og hvers vegna. Og snúningshraðinn þarf að vera aðeins hærri, þannig að tíðnin sé aðeins hærri til þess að rafalinn komi inn sem framleiðandi en ekki sem
álag á netið, því að annars gæti hann tekið afl frá netinu og slegið út á bakkabli. Þess vegna látum við að snúast aðeins hraðar. Það er spurning hvers vegna. Það er þess vegna. Hann gæti farið út á bakkabli. Þið eru þá með svipað svar í hinu prófinu sem var með lausninum. Og þá eru lausnirnar þar skrifaðar. En hérna var prófið mjög svipað. Þannig að við höldum áfram með næstu spurningu. Útskýrðu hvernig gengið skugga að tenging á milli rafal og net sé rétt þegar hann er fasaður við net í fyrsta skipti eða til dæmis eftir viðgerð. Þá þurfum við að kanna hvort að fasaröðin sé rétt á rafalanum sem við ætlum að fasa inn á netið. Og það gerum við annaðhvort með samfessunarljósunum og höfum þau í dimmutengingunni. Ef við getum breytt því auðveldlega. Ef við getum það ekki, náum frekar að tengja lítinn mótor eða mæli sitt hvoru megin ofan og neðan á rafalarofanum fyrir innkomandi rafala. Þá könnum við hvort að mótorinn snýst í sömu snúningsátt bæði fyrir ofan og neðan rofan eða að tækið sýni okkur að það sé sama fasaröð bæði fyrir ofan og neðan rofan, að þá er fasaröðin rétt og þá megum við reyna að fasa hann inn. Og svarið er svona er hérna í hinnu skjalinu sem ég er með opið á innunni undir efni. Ok, svo kemur hérna 4.4 til að ná hámarksafli út af rafala. Þá er hægt að fylgjast með straummælinum ef hann er settur í hámark og ef að fasvikið er á 0. Því að við megum ekki yfirlesta rafalan á straumi löngu áður en að hann er með kilowattmælin. Ef kilowattmælin er í botni þá getur samt verið auka straumur Þá erum við að yfirlesta rafalan straumlega séð. En þarna væri nóg að vera með fylgjast með straummælinum í hámarki ef að fasvikið er 0, ef við erum með raunafl. Já, þannig förum við að því. Síðan hérna er einfasa mótora. Nefndu 3 ræsiaðferðir á einfasa skammhlaupsmótorum. Þetta fórum við í fyrir próf 2 og þetta eru þessar aðferðir hérna. Það er þéttisræsing, viðnámsræsing og liðaræsing. Þessar ræsiaðferðir lærum við. Við fáum hérna ákveðið fasvik á milli straumana í aðalvafi og hjálpavafi til þess að fá ræsivægi fyrir einfasa mótorinn og þess vegna eru þessar 3 aðferðir notaðar. En ég held núna sé minnst þessi í miðjunni, viðnámsræsinginni, ég held að hún sé dottin út. Þetta er aðalega þá núna liðaræsing og þéttisræsing. Ok, þetta er komið. Og þá er það næst. Hver eftirfarandi fullyrðinga er rétt? Skuggapólsmótorar þurfa mikið viðhald. Nei, þeir hafa lítið viðhald vegna þess að þeir eru nánast eins og skammhlaupsmótorar.
Þeir eru allavega með skamsetta snúð. Skuggabótsmótorar eru góðir þar sem er sprengihætta. Þetta er svona kannski svolítið óljóst. Skuggabótsmótorar eru notaðir í handverkfæri. Það er mjög lítið um það, því að þeir hafa bara ákveðin snúningshraða. Í neðsta hérna, skuggabótsmótorar eru notaðir í þvottavéladælur. Það er alveg slegið. Það er langbesta svarið. Þetta er mikið notað í smádælur og í litlar viftur líka. Nú, næsta mál, 5.3, það er hérna þéttirinn sem er utan á flestum einfasa skamsasmótorum. Til hvers er hann? Og rétt fásvík. Nei. Það er nefnilega, við vorum að svara þessu spurningu rétt hérna fyrir ofan. Þetta var hérna hafið með ræsinguna að gera, sko. Það er þéttir, það er ræsiþéttir utan á einfasa mótor. Stundum eru 2 þéttar utan á svona einfasa mótorum. Það er þá kallað gangþéttir líka. Gangþéttir og ræsiþéttir. Þannig að og þeir eru ekki til þess að minnka farsvik. Nei, alls ekki. Þeir fá rétt fásvík. Já, milli straumana í hjálpavafinu og aðalvafinu. Þannig að mótorinn virki rétt. Sem sagt, hann gefi okkur rétt afl á miðað við hvernig hann er útbúinn, sko. Og til dæmis, ef að mótorinn gengur bara á aðalvafinu, þá þarf hann að fá hérna þéttinn og hjálpavafið inn bara í ræsingunni. Svo er miðflóttaaflsrofi sem slærir sig út. Þannig að hvað gæti verið rétta svarið þessu? Það er ekki að jafna ganginn í mótornum. Það er ábyggilega ekki til að síga gáruspennu eins og við vorum að gera í rafeindatækninni. Þannig að við höfum bara eitt svar eftir, að það er að fá rétt fasvik á milli vafana og ég myndi eiginlega bæta við hérna í ræsingunni. Því að þetta þarf að gerast í ræsingunni. En það hefði kannski verið einum og auðvelt að velja það svar. Ef að þær upplýsingar hefðu verið líka. En það er tilfellið. Við erum að reyna að fá 90 gráðu mun á milli straumsins í aðalvafi og straumsins í hjálpavafi til þess að fá alveg svakalega mikið ræsvægi á svona einfasa mótor. Hvar notuðu svona einfasa mótora sem er með svona miðflóttaaflsrofa dagsdaglega í ykkar vinnu? Þetta er mjög mikið á standborðvélum, já, stórum borðvélum sem er bara yfirleitt með eitt hraða. En svo eru komnar hraðastýringar á þessar borðvélar, er það ekki? Svo við vorum þá með bara reym. Já, reym, já, nákvæmlega. Það er mjög algengt, já, það passar. Það er bara ódýr og einföld aðferð. Heyrið, þá eigum við eftir, já, þetta dæmi hérna, 5.4. Og þar erum við með einfasa skamsasmótor, hann er 2,2 kW, tengdu við 230 V net og við erum með nýtnina 75% og raunaflsstuðulinn 0,85. Það er spurt hvað mikinn straum tekur hann frá neti. Hvað er það fyrsta sem við þurfum að gera í svona dæmi? Við höfum átt okkur á því þetta raunafl sem er gefið hérna, 2,2 kW. Hvort er þetta aflið inn eða aflið út? Já, þetta er aflið út sem stendur á mótornum. Og það sem ég er að skrifa hérna í þessu dæmi hérna, það er það sem stendur á mótornum, hann er 2,2 kW og ég verð að byrja á því til þess að geta reiknað áætlað strauminn sem hann tekur, ef ég hefði ekki upplýsingar það, þetta er kannski gamall mótor og við sjáum ekki á straummerkinguna, að þá
við fullt álag þá þurfum við að finna strauminn og til þess þurfum við að finna fyrst aflið inn nýtni, út frá nýtni tölunni hérna eða það gefur 75%. Það er sama dæmi og við vorum að reikna ofan í prófi. Nei, þetta er ekki nákvæmlega sama dæmi. Nei, Af hverju? Já, við erum með sömu svona aðgerðarröð á þessu, við þurfum að byrja á því að finna aflið inn út frá nýtniformúlunni. Síðan getum við reiknað strauminn þegar við vitum aflið inn. Hvað er munurinn? Hver er munurinn? Á þessu dæmi og dæminu á undan. Já, en við erum ekki að nota sömu formúlunar. Af hverju? Þannig að einhver þriggja og hinn. Nákvæmlega. Við erum með einfasamótor hér og ég er að sjá það allt og oft að það er verið að nota rótin af 3 í þessu dæmi. Passið ykkur á því, endilega ekki nota rótin af 3 því að við erum með einfasa. Ok? Þá skulum við líta á það. Er það sami mótorinn í lausninni hérna, hinum megin? Já, sýnist það. Svona. Þá byrjum við á því að finna aflið inn, P út deilt með nýtni tölunni, þetta er 75% af nýtni, þá deilum við með 0,075 upp í aflið út og fáum við 2933 watt. Það er aflið inn og þá deilum við með spennunni og raunafstöðunum og fáum að mótorinn tekur við fullt álag 15 ampere. Þetta er svakalega straumur af því að þetta er einfasa mótor. Og þá erum við búin að fara yfir þetta próf og þá ætlum ég að loka upptökunni hérna.